Hæ þú, og takk fyrir að horfa á mig. Ég ætla að segja þér frá 3 til 5 atriðum sem að geta breytt lífið þínu. Fyrst ætla ég að segja þér að setningar sem að þú hefur heyrt í gegnum tíðina, þær móta þig. Kannski ein setning sem að mótar þig, en þú færð að velja hvaða setning mótar þig. Mín setning var svo ég dreymdi gamla konu sem að sagði við mig, hver er sinnar gæfu smiður? Og það er ofsalega mikið atriði að þú sjáir að þú ert þinnar gæfu smiður. Engum öðrum að kenna, komdu þér út úr aðstæðum. Svo mundu setningar. Númer 2, málrómurinn. Þú getur haft málróminn alveg eins þú vilt. Þú æfir hann eins og hvernig hann söng. Ég er oft með svolítið hvassan og hávaran málróm og er svo skellibjalla. Það er nú ekki öllu sem líkar það. En ég get breytt honum. Og ég get talað rólega eins og ég tala við börn. Og við erum öll börn, þó við hafum einhvern aldur eða einhverja tölu fyrir aftan. Svo settu fegurð í málróminn, sérstaklega þú ert að biðja eitthvað. Tala við mömmu þína, ömmu þína, nei, þú ert kannski ekki að biðja hann eitthvað, bankastjóran eða eitthvað. Settu þá og aðeins settu rólegheit í röddina. Byttu með rólegheit í röddinni, ég geri það. Svo er það líka að setja gló í augun. Því þegar þú setur gló í augun, það er númer 3. Því þegar þú setur gló í augun, þá kemur glóin í kringum þig. Af því að augun, þau magna það upp. Og ef maður setur alltaf með þetta, eitthvað svona, og horfir aldrei á neitt, þá er ekki gló í augunum, sjáðu muninn. Og líka númer 4 er að horfa í augun á fólki. Við viljum öll láta fólk horfa í augun á okkur. Alveg sama í hvaða þjóðfélagshópi við þykjumst vera. Því allt er þetta yfirborð og það breytir engu því við erum öll eins þegar við skoðum innan undir og hjartað. Við erum öll nákvæmlega eins. Svo er bara hvaða ævintýri byggjum við kringu það og við sköpum. Atriði númer 5. Áður þú fer að sofa, skrifa þér niður hvað þú ætlar að gera á morgun. Þá vaknaru með það í huganum og þá byrjar dagurinn hratt og örugglega og maður á að vera þakklátur fyrir dagsverkið. Því að vera í engu er ekki að vinna og vera í engu að finna sér eitthvað til að gera. Af því þá hættir að hugsa og hættir að vorkenna þér. Því að okkur er engin morgun. Við setjum páljósin, ding, ding, alveg sama hversu stór þau eru, setja upp, ganga fallega, ég geng oft eins og rækja. Sé ekki fólk og svona og fólk heldur ég sé snobbuð. Af því ég horfi ekki í augun á því og heilsa því ekki, af því að ég man aldrei hver í hvað. Svo að setja hlutina svona upp, vera ánæður með sig og feika það alltaf ef það er eitthvað vesen og segja alltaf allt gott. Hvað segirðu? Ég segi allt gott. Alveg sama hvað er að gerast, því orð eru álög. Það eru til dæmis bókin mín hérna, orð eru álög. Svo það sem þú segir eru álög þín. Svo þú þarft að passa þig, hvernig þú orðar líka hlutina við þig. Því við erum svo dómhörð við sjálfan okkur og við erum að hætta því. Sjálfsálit, elskaðu sjálfa þig. Alveg svo nágrannana, alveg sama hvernig þeir eru, blessaðu þá bara. Eða segðu bless. Heyrðu, og takk fyrir allt áhorfið, takk fyrir mig, takk fyrir hvað eru yndisleg, takk fyrir TikTok, Instagram, YouTube, Apple Podcast, fólk. Því það er áhugamálið mitt og ég elska fólk og ég elska þig. Hafa það gott og bless.